við heyrum auðvitað oft, mjög oft, að lífeyrismál séu svona með því leiðinlegasta sem að hægt að tala um. Ég vil hins vegar meina að það sé allt saman byggt á argasta misskilningi, þó það sé auðvitað skiljanlegt. Þetta eru hlutir sem að kannski við upplifum að tengist okkur ekki beint hér og nú í dag. Og í amstri hversdagsins með öllu því sem dynur á okkur og við þurfum að þekkja og vita og kunna, þá er mjög skiljanlegt að eitthvað sem að við teljum að mun ekki skipta okkur máli fyrir að við verðum 65 lendi frekar aftarlega í forgangsröðuninni og þá bara með þeim rökum að þetta séu óspennandi hlutir. En ég vil meina það að þetta sé atriði og þetta sé þekking sem að skipta okkur gríðarlegu máli og geti verið og sé í rauninni mjög áhugaverð vegna þess að þetta stendur okkur nálægt og þetta stendur okkur nær. Meira sé að þegar við erum 25 eða 30 ára þá er þetta mjög mikilvægir hlutir. Og það eru ekki allir svo heppnir að þeir hafi lífeyrisréttindi. Sumir fæðast þannig að þeir eiga ekki réttindi inn í kerfinu og það þarf líka að huga þeim. Það þarf að huga því að það sé ekki mismunun á milli þess hvort þú ert að borga inn í samtryggingu eða séreign. Núna finnum við gríðarlega mikla óánægju hjá eldri borgurum og öryrkjum, hvernig samspilum við almannatryggingar og þetta er eitthvað sem við þurfum virkilega að setjast niður og móta á farsælan hátt. Þannig að við lítum tilbaka og getum vænst þess að eftir 50 ár þá verði aftur haldin 100 ára afmælishátíð og þá verður allir sátti við það hvernig var haldið á spöðunum. Eins og við núna að við getum ekki verið annað en stolt af því hvernig forverar okkar stofnuðu kerfið og við verðum líka að horfa á það að framtíðarkynslóð geti stolt hort fram á við og sagt já, okkur tókst þetta að við erum ennþá með gott og farsælt kerfi sem að ríkir sáttum. Árið er 1919. 20 ljósmæður stofnuðu Ljósmæðrafélag Íslands, fyrsta stéttarfélag faglærðra kvenna á Íslandi. Alþýðublaðið kom út í fyrsta sinn. Lið Akademisk Bollklúbb í Danmörku sigraði úrvalslið Vals og Víkings í Reykjavík með 7 mörkum gegn engu í fyrsta fótboltaleik Íslendinga gegn erlendu liði. Lífeyrissjóður embættismanna var stofnaður, fyrsti eiginlegi lífeyrissjóðurinn á Íslandi. Á eftir komu lífeyrissjóði barnakennara og ekkjutryggingar embættismanna og svo lífeyrissjóði Landsbankans, Útvegsbankans, ljósmæðra og hjúkrunarkvenna. Til að skilja betur þessi tímamót þarf að horfa lengri inn í fortíðina og hafa í huga að Ísland var þarna hluti danska konungsveldisins. Að almannatryggingakerfi þau verða til smám saman eftir því sem að Evrópa iðnvæðist og öllum verður ljós einhvern veginn nauðsyn þessa. Og eins og í svo mörgu öðru þá er það Þýskaland sem gengur á undan. Þar er komið upp almannatryggingakerfi býsna burðugu svona upp úr 1880 og þetta síast síðan norður á bóginn ef svo má segja. Danir taka upp ekki ósvipað kerfi og þar eru sem sagt tekin upp ellilífeyrir og hér á landi eru tekið upp styrktarkerfi sem sagt fyrir ellilífeyrisþega fljótlega eftir aldamótin 1900 en þetta er auðvitað óskaplega veikburða þetta kerfi. Samhliða þessu þá gerist það að hér á landi verkalýðshreyfing verður til. Fyrstu verkalýðsfélögin þau eru stofnuð undir lok 19. aldar auðvitað mjög veik en þau styrkjast smám saman svona á þessum fyrstu 2 áratugum 20. aldar. Alþýðusambandið er stofnað 1916 og eitt af verkefnum þessara félaga það er að stofna styrktarsjóði. Og þeir eru fyrst og fremst hugsaðir fyrir fólk sem að lendir í áföllum, veikist eða slasast. Og þetta er auðvitað líka veikt kerfi en þetta skiptir samt máli. Nú síðan svona smá fléttast inn í þetta
að það eru teknar upp slysatryggingar, hinnar fyrstu upp úr aldamótunum 1900 og verkalýðshreyfingin eftir að hún farin að eflast, hún tekur þetta upp á arma sína og berst fyrir því að styrkja hér slysatryggingarnar og þetta síðan fellt saman í eitt kerfi með alþýðutryggingalögunum miðjan 4. áratuginn og þá sem sagt meiningin að taka upp svipað kerfi fyrir alla landsmenn og hafði gilt embættismennina. Þá á að stofna lífeyrissjóð Íslands samkvæmt þessum framsýnu lögum. Lífeyrissjóður Íslands, já, hann var til fyrir alla Íslendinga á aldrinum 16 til 67 ára. Það var byrjað að safna í þennan Íslandssjóð til að greiða síðar elli- og örorkulífeyri, en hann var af ýmsum ástæðum lagður af og ákveðið að efla almannatryggingar í staðinn. Lífeyrissjóðir voru samt áfram til og margir nýir stofnaðir á þeim fjórðungi aldar sem í hönd fór, sjóðir sem tengdir voru fyrirtækjum, sveitarfélögum eða stéttarfélögum. Við nefnum lífeyrissjóði fyrir verslunarmenn, prentara, sjómenn, starfsmenn Sambands íslenskra samvinnufélaga og kaupfélagseyðinga og fleiri, til að mynda eftirlaunasjóð Eimskipafélags Íslands. Þessi gangur mála fram til 1969 sem einhvern veginn svona stóra árið í þessu, það einkennist af annars vegar þessu að við getum kannski sagt sem svo að þarna svona ákveðið skipulagsleysi, það svona verða til sjóðir af ýmsu tagi, stundum verða þeir til við samningsgerð eins og 1955 þegar að lífeyrissjóður verslunarmanna verður til. Þá velja verslunarmenn það í staðinn fyrir að eiga aðild að atvinnuleysistryggingasjóði, þá ákveða þeir þetta. Við viljum lífeyrissjóð og þá sem sagt sá sjóður settur á laggirnar. Það skiptir líka máli í þessu samhengi að sjómenn höfðu sérstaklega barist fyrir því að komið yrði á fót sérstökum lífeyrissjóði fyrir þá, skiljanlega vegna þess að á þessum tíma líf sjómanna einfaldlega þannig að það kannski sérstaklega brýnt fyrir þá og þetta viðurkenna stjórnvöld og eiga þátt í því að lífeyrissjóður sjómanna verður til svona með sérstöku samkomulagi og það kannski annað einkenni á þessum tíma, það eru þessar stefnumótunar umræður sem eru í gangi, það eru miklar umræður það hvernig á þetta kerfi að vera og ég fæ ekki betur séð en að stjórnvöld hafi verið komin inn á þá línu, við verðum að stofna lífeyrissjóð fyrir alla landsmenn. En niðurstaðan verður síðan þessi merkilega niðurstaða árið 1969 að það samið þetta í kjarasamningum. Árið 1962. Alls 50 lífeyrissjóðir starfar eftir á Íslandi og þeim átti eftir að fjölga mikið. Landssamband lífeyrissjóða var stofnað 1964. Að stofnuninni stóð 31 sjóður, þeirra stærstu lífeyrissjóður verslunarmanna. Við förum fljótt yfir sögu, stöldrum við þegar liðið vel á 7. áratuginn og litumst Kjarasamningarnir sem mörkuðu tímamót eru skammt undan, en yfir samfélaginu liggur kólguský efnahagskreppu með tilheyrandi fjöldaatvinnuleysi og landflótta. Fólk óttaðist mjög að ofan á allt þetta bættust átök á vinnumarkaði, en því tókst að afstýra. Hnúturinn var leystur með því að leggja grunn að lífeyrissjóðakerfi sem við búum enn við í dag í meginatriðum, hálfri öld síðar. Það eitt af því merkilegast sem gert hefur verið í sambandi við tryggingarmál. Ég fullyrði það. Og það hefur náttúrulega leitt til þess að allir eru tryggðir tiltölulega vel innan gæsalappa, miðað við það sem áður var, en þannig að ég tel að það sé svona með því merkilega.
það miklu meira en það að þetta sé tryggingaratriði. Þarna verður safn af fjármunum sem þjóðfélagið allt nýtur góðs af, efnahagslífið. Þarna verða til peningar sem fólk fær lánaða til þess að byggja húsnæði. Menn stofna ný fyrirtæki út á peningar sem þeir fá lánaða í þessum sjóðum og auka atvinnulífið, draga úr atvinnuleysinu, þannig að það er fjölmargt svona sem að menn þurfa að horfa til þegar hort til þess. Þetta er ein mesta og besta inngjöf í efnahagslíf þjóðarinnar. Auðvitað voru líka menn farnir að horfa til þess að það voru til lífeyrissjóðir, fyrirtækjasjóðir. Opinberir starfsmenn voru með lífeyrissjóð, þannig að menn vissu af þessu. Þetta var til hliðar við hinn almenna launamann og menn náttúrulega spurðu, hvers vegna skyldi þetta kerfi ekki að vera búið til fyrir hinn almenna launamann þannig að hann búi af þessu öryggi til þegar ellin kemur, eins og til dæmis opinberir starfsmenn og reyndar fleiri. Verslunarmenn voru búin að semja þetta áður en að þessi samningu var gerð. Verslunarmenn sömdu þetta 1955. En hvað þá? Þá voru þeir að fórna eða hafna því að gátu ekki fengið aðild að atvinnuleysistryggingasjóði. Það var tekið fram í samningnum þegar verslunarmenn sömdu lífeyrissjóð 1955 að þeir hefðu ekki aðgang að atvinnuleysistryggingasjóði. Það skipti ekki máli fyrir þá, það var ekkert atvinnuleysi í verslunarstéttinni og þannig að þeir völdu þann kost að semja lífeyrissjóð og býða þá frekar með atvinnuleysistryggingar. Síðan gerðist það nú og það sýnir nú bara hvernig auðvelt er að halda að fá þessi réttindi sem menn telja sjálfsögð í dag. 1966 var farið að vera töluvert á atvinnuleysi hjá verslunarmönnum og þeir vildu fá bara aðgang að þessum atvinnuleysistryggingasjóði sem hinn almenni maður borgar í. Nei. Þeir þurftu að fara í 3 sólarhringa verkfall til þess að fá aðild að atvinnuleysistryggingasjóði sem þó var kveðið á sem almenn lög í landinu. Kjarasamningarnir gengu ekki átakalust fyrir sig, samningar sem vel að merkja voru undirritaðir í sjálfu Alþingishúsinu líkt og þá tíðkæðist. Meðal annars var tekist á skipan stjórnar lífeyrissjóða og niðurstaðan var sú að það skyldi jafnræði ríkja, það er að segja jafnmargir fulltrúar í stjórnum sjóðanna frá heildarsamtökum atvinnurekanda annars vegar og launamanna hins vegar. Það fyrirkomulag er enn við lýði. Hálfþrítugur samningamaður fylgdist að tjaldabæki með harkalegum átökum stjórnarfyrirkomulagið. Og það eru 2 menn sem standa þar upp úr sérstaklega. Annars vegar Eðvarð Sigurðsson sem var einn af þessum gömlu baráttumönnum og síðan var það Albert Guðmundsson sem kom frá verslunarráðinu og fór mikinn í þessum samningum. Og ég man eftir því því sem var svona ágreiningur þeirra milli. Eðvarð var á því mjög harður að með því að atvinnurekendur hefðu samið að láta af hendi fé í þessu sjóði að þá væri það fjármagn í framhaldinu undir réttum og eðlilegum yfirráðum verkalýðsfélaganna og sjóðaráði yfir því. Og vegna þess að þeir hefðu ekki tilkall til þess framlags frekar en bara ef þetta verið launið annað það hvernig því er ráðstafað. En álíka harður og fastur fyrir var Albert hinum megin og hann var fastur á því að segja að atvinnurekendur borgar 6% í sjóðuna, verkafólki borgar 4% og þess vegna ættu atvinnurekendur hafa meiri hluta í sjóðunum og þetta var fengist og þetta var mjög eftirminnilegt og þeir náttúrulega þessi 2 menn voru líka eftirminnilegir af mörgum öðrum ástæðum. Árið er 1973. Samband almennar lífeyrissjóða stofnað, heildarsamtök lífeyrissjóða á almennum vinnumarkaði, sjóðunum fjölgaði mjög í kjölfar samninganna 1969. Þetta er hins vegar mjög athyglisvert hvernig þetta er gert.
einhvern veginn að binda þetta við stéttarfélögin og það leiðir til þess að þetta verður alveg, já, ég segi nú bara sko, þetta verður alveg mýgrútur af sjóðum. Og til hversu leiðir það? Það leiðir náttúrulega bara til þess að rekstrarkostnaður á þessu kerfi, hann verður alveg út í hött. Skylduaðildin var lögfest á Alþingi 1974 og 6 árum síðar náði hún líka til sjálfstætt starfandi fólks og stjórnenda í atvinnulífinu, með öðrum orðum til allra á vinnumarkaði. Óðaverðbólga og óstöðuleiki í efnahagslífinu einkenndi ástandið þessar mundir og ógnaði reyndar forsendum fyrir starfsemi lífeyrissjóða. Ávöxtun sjóðanna var að jafnaði til dæmis 7,4% árið 1974 en hefði þurft að vera nær 50% til að halda í við verðbólgu og tryggja lágmarks ávöxtun. Stuðningur við sjóðstofnun lífeyris minnkaði greinilega í verkalýðshreyfingunni og frekar var horft til gegnumstreymis fyrirkomulags. Það var auðvitað mjög sérkennilegt ástand sem ríkti hér á Íslandi á þessum tíma. Hér var engin sparnaður. Hann fuðraði algjörlega upp. Einu möguleiki fólks var það að leggja peningan í steinsteypu. Biðraðir hjá bankastjórunum voru mjög langar og menn áttu smá inneignir mjög víða og fóru síðan milli bankana til þess að reyna að krýja sér einhvern pening. Þessi tími var mjög sérstakur en það er þjóðarsáttasamningarnir sem gerðir 1990 sem eiginlega breyta því að hér verðbólgan hún fór niður úr öllu valdi sem betur fyrr. Það var eiginlega lán að fá lán á þeim tíma og hvað var að lífeyrissjóðna finnst mér að Jóhannes Nordal sem þá var formaðurinn í 17 manna lífeyrisnefndinni, hann komst þannig á orði. Þeir sem áttu þess kost að taka lífeyrissjóðalán, óverðtryggð, þeir voru eiginlega að taka sér lífeyrir út fyrirfram á kostnað þeirra sem aldrei tóku lánin. Þannig að það var að ræða gífurlega mikla eignatilfærslu í þjóðfélaginu á þessum árum. Þetta tímabil er svona frá 1970-71, alveg fram undir 1990 þegar þjóðarsáttasamningarnir eru settir. Hér var verðbólgan oft mæld á ársgrunni alveg upp í 80%. En það er síðan með lögum frá 1979 sem að Alþingi samþykkir lög verðtryggingu fjárskuldbindinga. En fram að þeim tíma voru innistæður í bönkum algjörlega óverðtryggðar. Þær brunnu upp í verðbólgubálinu, við getum orðað það þannig. Hvað var það í lífeyrissjóðuna? Að þá var það auðvitað þannig að eignir lífeyrissjóðuna voru óverðtryggðar á þessu tíma, þannig að það tók nokkur ár fyrir sjóðina að eiginlega full verðtryggja sín lífeyri má segja, sína eignir. Það má kannski benda á það í þessu sambandi að alla líkur á því að á tímabilinu 1970 til 1980 þá hafi lífeyrissjóðirnir staðið það illa að þeir áttu alls ekki fyrir skuldbindingum, alls ekki fyrir áunnum skuldbindingum og miðað við þá þróun sem hafði verið, ekki heldur fyrir framtíðarskuldbindingum. Pétur heitinn Blöndal orðaði þannig að lífeyrissjóðin hefur verið gjaldþrota á þessum tíma. Lífeyrissjóðakerfið var karlaveröld. Fyrsta konan tók sæti í stjórn Sambands almenna lífeyrissjóða árið 1987. Það var dálítið magnað vegna þess að það var svo greinilegt að þeir voru ekki vanir í að hafa konur á fundunum. Það var enginn, það var ekki neitt sem stjórnaði heldur og það var svona, þegar fólk spjalla saman annarkvort fyrir eða eftir svona fundi að þá fann ég það að mönnum var staðist tungum tönn, hvort þeir ættu nú að vera opnir og láta sína brandara eða sögur fjúka, en þetta tók smá tíma. En sem betur fer þá hafði ég bein í nefinu til að vera þarna. Þarna voru umbrotatímar, verkalýðsfélög sameinuðust, lífeyrissjóðir sameinuðust, hvoru tveggja til góðs. Sko, þetta voru lífeyrissjóðin sem ég kom frá, lífeyrissjóður Sóknar, hann hefur verið á þessum mælikvarða mjög lítill. Lífeyrissjóður Iðju á sama hátt, lífeyrissjóður Dagsbrúnar Framsóknar, örlítið stærri, félags í starfsfólks í veitingahúsum, lítill. En við það að mynda úr þessu einn
sjóð sem varð Framsýn. Það náttúrulega bara gjörbreytti stöðinni, bæði upp á þegar var verið að fjárfesta og ræða mál, þá náttúrulega jókst styrkurinn. Það var bara þannig. Og ákveðin svona, viðurkenning vegna þess að hagstofustjóri Hallgrímur Snorrason, hann hafði nú messað yfir fólki á mörgum ársfundum og sagt nú þurfum við að bretta upp ermar og fækka sjóðunum, þetta ekki vit að hafa þetta svona og menn fóru þá að líta svona aðeins í eigin barm. Alþingi samþykkti heildarlöggjöf um lífeyrissjóði á Þorláksmessu 1997. Lögin tóku gildi hálfu ári síðar. Málið hafði verið lengi í deiglunni. 10 árum áður skilaði stjórnskipuð nefnd af sér frumvarpi sem lagt var fram á Alþingi en hlaut ekki afgreiðslu. Endanlegt frumvarp til lífeyrissjóðalaga varð ekki til fyrr en í nefnd sem fjármálaráðherra skipaði og starfaði frá vori til hausts 1997. Hana skipuðu forystumenn Alþýðusambandsins og Vinnuveitendasambandsins og fleiri. Nefndarformaður var Vilhjálmur Egilsson alþingismaður og þarna voru leystir harðir hnútar. Í fyrsta lagi snerist þetta spurninguna að velja hvort að sjóðfélagar mættu velja lífeyrissjóð og það var leyst með því að það var tvenns konar frelsi búið til. Frelsi til að velja en líka frelsi til að semja í kjarasamningum ákveðin lífeyrissjóð. Þetta skipti miklu máli. Síðan var þetta spurningin viðbótarsparnaðinn og uppbyggingu séreignarsparnaðar. Það skipti líka miklu máli. Svo komu atriði eins og það að það er tryggt að allir væru skylduð til að greiða í lífeyrissjóð og byggja upp eftirlitskerfi hjá skattinum til að fylgja því eftir. Og síðan voru alls konar tæknilega atriði sem að þarna komu til eins og það að það mætti ekki lofa einhverjum skuldbindingum sem ekki var hægt að standa við og það er að standast á réttindin miðað við getu sjóðanna og alls konar atriði sem að snýra fjárfestingum og stjórnarháttum lífeyrissjóða og slík mál. Þannig að það var ýmislegt sem var þarna ákveðið og flest af því sem að snýra þessari grundvallar uppbyggingu lífeyrissjóðana eða allt hefur rauninni staðist tímans tönn. Ágreiningurinn snýrist fyrst og fremst valfrelsið, að hve miklu leyti væri hægt að velja á milli lífeyrissjóða, séreignarsparnaðinn og hvernig var hægt að koma honum fyrir og svo að það væri tryggt að það væri fylgst með því að væri allir að greiða í lífeyrissjóðin. Þetta náðist allt saman að leysa með málamiðlunum og með því að það sáu allir að málamiðlanirnar voru virkilega sigur fyrir allra sem að þessu komu. Árið 2003 voru starfandi 50 lífeyrissjóður á Íslandi. Þeim hafði fækkað nær helming á 2 áratugum. Landssamtök lífeyrissjóða voru stofnuð 1998 og kom í stað 2 heildarsamtaka sem lögð voru þá niður. Heldur betur reyndi á landssamtökin og lífeyrissjóðakerfið í heild sinni í efnahagshruninu og í framhaldi af því. Forystumenn lífeyrissjóða lögðu nótt við dag vikum saman en gerðu fundarhlé til að hlýða boðskap forsætisráðherrans Geirs H. Haarde. Þetta voru dramatískustu tímar í sögu íslenska lífeyrissjóðakerfisins. Þáverandi formaður Landssamtakanna líkir þeim við upplifun sína í eldgosinu í Heimaey. Og það áfall sem að við urðum fyrir í efnahagshruninu, það minnti mann auðvitað margt á Heimaeyjargosið og ég upplifði það eins og Eyjamenn almennt að þurfa að yfirgefa heimabyggðina og ef ég vinna upp á landi og koma tilbaka og var síðan að strax haustið 1973 framkvæmdastjóri Viðlagarsjóðs í Eyjum og starfaði þar meðan að sjóðurinn var við lýði. En hvað það að efnahagshrunið sjálft aftur á móti, þessi dagar í lok september 2008 og sérstaklega í október, þetta var auðvitað engu líkt. Og ég þóttist nú bara góður að ég gat sæmilega sofið, en auðvitað voru fjölmargir sem komið að þessu starfi sem Landssamtök lífeyrissjóða stóðu fyrir, síðast en ekki síst þeir sem unnu almennt í lífeyrissjóðunum. Sjóðunum voru þá í kringum 30 talsins. En þetta var auðvitað alveg gríðarlegt högg. Þegar yfir 90% af bankakerfinu hrundi á nokkrum dögum og fjölmörg stórfyrirtæki sem voru talin stöðug lét undan. Lífeyrissjóðakerfið, það hrundi ekki, en það bognaði og sjóðurnir voru lengi nokkur ár að ná vopnum sínum.
En þetta smán saman kom tilbaka og þó að höggið hafi verið mikið og komið ekki jafnir á öllum sjóðunum að því að eignasamsetning þeirra var misjöfn, þá var það engu að síður þegar upp var staðið, þá stóðust sjóðirnir ótrúlega vel þessa miklu þolraun. Lífeyrissjóðirnir fengu vissulega skell en þeir stóðu af sér fárviðrir og sýndu styrk sinn við að koma fyrirtækjum og samfélaginu og skrið á nýjan leik. Já, strax vorið 2009, það er að segja hálfu ári eftir hrunið, sjálft bankahrunið, þá kom umræða á vettvangi lífeyrissjóðanna, vettvangi landssamtakanna, að það væri skynsamlegt að fara að byrja að byggja upp og vera þá líka fyrstir á ferðinni. Og þá kviknar hugmyndin að stofnum Framtakssjóðs Íslands og sem stofnaður í desember árið 2009 af 16 lífeyrissjóðum og síðan bættust 2 aðrir aðilar við. Þessi sjóður, hann starfaði í tæp 10 ár og hann fjárfesti fyrir 43 milljarða króna en hann skilaði eigendum sínum og mun skila þeim alveg 90 milljarða króna. Og það skipti ekki síður máli að koma á fæturnar þessum stór fyrirtækjum sem það voru mjög löskuð eins og Icelandair og fleiri fyrirtækjum að aðkoma lífeyrissjóðanna svona snemma inn í það dæmi strax árið 2010. Hún hafði þetta gríðarlega áhrif og átti stóran þátt í því að byggja upp eigið fé þessara fyrirtækja og rekstur þeirra á nýjan leik. Lífeyrissjóðakerfið stendur á áratugagamlum merg en margt hefur breyst. Til að mynda hafa kröfur til stjórna og stjórnarmanna lífeyrissjóða verið hertar verulega. Það þekkir Þorbjörn Guðmundsson á eigin reynslu. Hann var í stjórnum lífeyrissjóða í 19 ár, samfellt eða til 2018. Það hafa á þessu tímabili þá má segja að þetta hafi algjörlega umpólast að fara að sitja í stjórn lífeyrissjóðs. Bæði það eru gerða miklu meiri kröfu til einstaklingana. Þeir þurfa að fara orðið í hæfismat hjá Fjármálaeftirlitinu og þá er bæði verið að horfa auðvitað til þeirra sögu þeirra og líka til þekkingar og bara að vera stjórnarmaður í dag, það er miklu meiri vinna heldur en var þegar ég byrjaði. Það er náttúrulega þannig að það eru umfangsmeiri fjárfestingar, það eru auðvitað að fylgjast með öllu fjárfestingu lífeyrissjóðanna, setja sig inn í hvert verkefni og kannski ekki síst það að reyna að byggja upp sína eigin þekkingu og skoðun til þess að láta ekki sérfræðingarna bara algjörlega mata sig. Og ég held að líka það skipti mjög miklu máli fyrir sérfræðingarna að geta átt málefnalega samtal við stjórnarmennina. En þá byggist það á því að stjórnarmennir leggi mikla vinnu í sín störf. Við erum með annað kerfi eftir hrun heldur en fyrir hrun. Allt það innra starfi hefur verið eflt. Þetta innra eftirlit með ferlum og slíku. Þannig að ég held að við getum bara sagt að við erum með betra kerfi eftir hrun heldur en fyrir hrun. Og ég held að líka sé þetta fullyrða það að menn vanda sig miklu meiri í dag heldur en gerð áður. Árið er 2019. Lífeyrissjóðakerfið er öflugur en nokkru sinni fyrr, en lífeyriskerfi landsmann í heild sinni er í vissum skilningi á krossgötum. Eða hvað? Fyrir 50 árum síðan þá var sýnd gríðarleg fyrirhyggja og við eigum eitt öflugasta lífeyrissjóðakerfi sem bara getur og við getum verið mjög stolt af því. En það skiptir mjög miklu máli hvernig verður haldið á málum til framtíðar. Og ég lít svo á að nú séum við á ákveðnum svona tímamótum þar sem að skiptir sköpum hvernig framtíðin verður mótuð varðandi lífeyrissjóðakerfi. Það var þannig að það var svona innbyrðis oft rætt lífeyriskerfi opinberra starfsmanna og svo lífeyrissjóðakerfi á almenna markaðnum og svo þessi frjálsu sjóðir. Á árinu 2017 þá var stigið mjög stórt skref í að jafna réttindi opinberra starfsmanna og almenna markaðnum. En nú skiptir líka sköpum hvernig framtíðin verður varðandi samspilið við almannatryggingar, hvar á að vera val einstaklingsins sem skiptir mjög miklu máli að almenningur áttir sig á því
það beri ábyrgð á hlutunum og taki ákvarðanir og þurfi aðeins að axla ábyrgð á sínu fjármálalæsi og hvernig það leggur upp sinn lífeyrissparnað og sína tryggingar. Samspili milli þess hvað á að vera þín séreign og hvað á að vera samtrygging. Ég held að samtryggingahugsunin sé eitthvað sem við megum ekki gleyma og skiptir mjög miklu máli fyrir Íslands samfélag og sátt. Þetta svona sáttmáli kynslóðanna, hvernig kerfin virka saman. Þannig að það þarf að byggja mjög góðan grunn undir þennan samfélagssáttmála það hvernig lífeyriskerfið þróast til framtíðar, þannig að allir séu sáttir. Ég tel það mjög mikilvægt að fólk kynni sér lífeyrissjóði á sama tíma og það kynni sér aðra hluti þegar það að stíga sín fyrstu skref inn á vinnumarkað og inn í bara fullorðins lífið. Rétt eins og við kynnum okkur fasteignamarkað og lánaframboð þegar við veljum og kaupum okkar fyrstu fasteign, kynnum okkur réttind og skyldur á vinnumarkaði þegar við tökum fyrstu skrefin þarinn, þá ættum við alveg sömu rökum að kynna okkur lífeyrissjóðina vel og þekkja það í hvaða sjóði við erum að greiða og taka ákvörðun það hvort við ætlum að leggja frekar til hliðar með til dæmis séreignarsparnaði, vegna þess að þetta eru atriði sem að munu skipta okkur öll verulega miklu máli þegar að við förum og hefjum töku ellilífeyris og ákvarðanir sem við tökum í dag geta skipt gríðarlegu máli eftir 30-40 ár. Gríðarlega miklu og það mjög svekkjandi, væri mjög svekkjandi að vakna upp við það 55-60 ára gamall og átta sig á því að vegna þess að ég tók ekki frá hálfan dag þegar ég var 25 í að kynna mér þetta vel og við hélt svo þeirri þekkingu jafnt og þétt, ég í mun verri stöðu en ég annars hefði verið og það of seint að bregðast við.